bönnum við vændið að leifum það. Við erum ekki að taka þessi brengluðu hjávísindi sem eru kynjafræðin og láta þau stjórna því hvað sett í lög hérna og hvað ekki. Við verðum að fara aðeins að skrúa hausinn á. Þetta ógeð, þetta viðbjóður, þetta ómerkilegur maður, þetta viðurstig. Hvað myndavélin? Hún hana. Heyrðu, farið að ráða mig að það. Sko, þetta kynjaspjaldi nú að verða djöfulli hallaríslegt að spila út. Sonja verður stöðugt hallaríslegri með þessu útspili sínu og ég held að það hafi nú eiginlega alveg keyrt þörbak núna í leiðtogakjöri Samfylkingarinnar þegar hún spilaði ítrekkað út kynjaspilinu, hún Heiða, lesuninn, sem að núna bara undir sæng og svarar ekki símum. Já, þú heldur að við erum byrjaðir, heldur að við byrjum bara þér að lesa mokkan. Heldur að... Já, ég bara sé þetta orðið svo sjaldan að ég... Blaðið? Ég nefnilega, sko, ég vil að hafa mína prentu... Ég kann orðið ekki að lesa blöð. Nú? Á að fókið öll skjól ef að Jakob Bjarnar hættur að geta lesið blöð. Ég bara sé þetta ekki. Þetta byrjar að sjá svona illa? Já, ég er með tvískipt og þetta er... Já, ég þarf að fara aftur í hérna... businessin, heils upp á þau hérna Önnu og Gylfa. Hvar eru þau? Það fá fría auglýsingu hérna. Það er Sjáðu. Sjáðu, já. Sjáðu, það er besta glerugna hérna búðin. Ég fer alltaf í Optical Studio. En hún kostar. Aha. Er það ekki samt það sem að við þurfum í dag? Fólk gerir sig grein fyrir því að þú vilt gæði þá þarfst þú bara að borga, kallinn minn. Jú, það er. Jú, núna á tímum Temu. Já, Temu, það þýðir ekki, og talandi Temu blaðamennska, er það framtíðin? Ég veit það ekki, sko. Ég bara svo mér veit það ekki. Við erum allavega á flegiferð. Við erum á flegiferð og ég held að það viti engin almennilega áfangastæðin. Nei. Ég hef sagt það lengi að við værum bara kortir í það að einu upplýsingarnar sem almenningi verða handbærar eru þær sem eru handiraðar, skrifaðar, framleiddar af upplýsingafulltrúum sem eru auðvitað skelfilega réttir Guð minn almáttugur og hérna það er hryllingur að hugsa til þess því að auðvitað bara starfslýsingin þeirra kveður á að þau beri að passa upp á sitt fólk. Þeir eru bara að vinna, þeir eru að þiggja laun hjá þessum sem að vil líta svona vel út eða líta hins egin út og þegja yfir þessu og segja frá þessu. Þannig að það eru auðvitað ekki fjölmiðlun. Nei, byrjum þar því að ég man að við höfum einhvern tímann rætt þetta og það er svo mikið að koma okkur á óvart að þetta sé orðið sérkennilegt svið, blaðamennskan. En núna segjum svo að blaðamaður sem 800 skall á mánuði fyrir það að sinna mikilli vinnu, vera í 100% starfi en sinna kannski jafnvel ólaunaðri yfirvinnu. Já. Svo allt í henni kemur bara einhver úr ráðuneytinu eða frá einhverju stofnun og segja, heyrðu, ég get nú bara greitt hér 600.000 krónur með styttingu vinnuvikunar, fríðundum og fleira. Já. Ertu ekki til í það? Auðvitað er allir til í það, hvað minn góður. Ég er búin að horfa á bara strolluna af ungu og hæfileikaríku fólki, fara nákvæmlega þessa leið, koma í blaðamennskuna og blaðamennska er langhlaup. Guð minn almáttugur, það er langhlaup. Svo bara eru þetta ráðuneytis lið allt og flokkarnir og fyrirtækin eru bara að reyta fjaðrirnar á okkur og plokka þetta fólk út. Bjóða helmingi minni vinnu fyrir helmingi minni laun. Svona nokkurn veginn, það er þannig, svo er staðreynd málsins og maður er bara telstórið til einhvers svona furðufugls að vera að hanga í þessu, ennþá. Og meðan plokkaði með annari að þá er náttúrulega niðurgreitt með hinni. Þetta er svo gali. Já, þetta er löng saga. Ertu þá að tala þennan styrk sem að Logi er núna að?
Já, og líka einhvern veginn, þú veist, já, við látum ykkur hafa styrk, við látum ykkur hafa hluta af auglýsingatekjum RÚV, en RÚV verður ekki, þú veist, þeir fá það örugglega borgað einhvern veginn með, ég veit ekki, auknu útvarpsgjaldi Sko, eða ég er búin að vara við þessi mörg ár. Ég er búin að koma hérna reglulega til því núna örugglega bara, ég veit ekki hvað, síðan hvenar. 6 ár, þú varst einn af fyrstu viðmælendunum. Já. Nei, heyrðu, 7 ár bram, ég byrjaði 2019. Akkurat, og þá var ég að tala um þetta. Þá var ég að tala um nákvæmlega þetta. Og bara kallaði mig Nostradamus. Þess vegna, sko, ég sá þetta allt fyrir. Það hefur enginn brugðist við varnaðarorðum mínum um þetta. Við erum enn að bögglast með það að geta ekki almennilega hent reiður á því hvað grundvallar hugtök í þessu merkja. Til dæmis fjölmiðl. Logi að koma með þessi fjölmiðla lög. Vitum við hvað fjölmiðl er? Ert þú fjölmiðl? Nei, nei. það er ég ekki. Er samstöðin fjölmiðl? Sko, Ég myndi kalla það podcast á styrum. já, ég myndi eiginlega gera það líka. Ég meina þeir eru ekki að segja neina fréttir. Þannig að nú er þetta eiginlega búið að kippa því elementi út. Gunnar Smári hamrar á þessu í hverjum einasta þætti. Að nú erum við hættir að segja fréttir að því að Logi er með með eitthvað ákvæði í sínum fjölmiðla lögum og þess vegna verðum við að fella niður fréttir og maður hugsaði bara, nei, don't do it, ekki fella niður fréttatíman. Og hvað er þessi fréttatími? Hann er að lesa fréttir annara. Sko, þetta er svo sturlað að maður bara, sko, maður veit ekki hvort maður er að koma eða fara og þessi maður hefur verið einn helsti áhrifamaður í íslenskum fjölmiðlum og ég mun ekki draga úr mikilvægi hans en hann er komin á eitthvað mjög skrítið ról. Því miður, nei, það verður ekki fréttir af því að Logi er með ákvæði um það að eitthvað, mann veit nú ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er að þeir fá það en það lítur ekki út fyrir það. Við fáum það, þannig að við fellum niður fréttatíman. Og maður bara hugsar, nei. Þú veist, þetta er sko, það sem ég velti fyrir mér er líka annað. Logi kemur fram með þetta, sko, það er alveg ljóst að það þarf eitthvað að gera. Það er að bregðast við þessu sem vorum að tala um þetta áðan, varðandi það að það gengur náttúrulega ekki að stofnanir og fyrirtæki og ráðuneytin og flokkarnir sjálfir séu að reyta fjæðritan af ritstjórnum út í eitt og þarna ræður auðvitað brenglega verðmættamat. Fjölmiðlarnir eru enga gróðamaskinur og þeir geta ekkert borga blaðamönnum mannsamandi laun, segi ég, þú veist. Það er einhvern veginn að bregðast við því. Þetta var ekki borga þannig laun að það sé ekki ákjósanlegra að vera í einhverju innivinnu þar sem er ekki verið að bögga það allan daginn og fleira þar. Nákvæmlega, en sko aðgerðirnar, það er hægt að gera ýmislegt til að hjálpa fjölmiðlum. Það væri hægt að gera í gegnum skattkerfið, virðisauka skattskerfið. Ég kann ekki skila á þessu öllu hvað er hægt að gera. Það þurfa að vera almenna reglur. Það get ekki verið svona sértæka reglur og ég velti því fyrir mér. Logi er með einn reyndasta fjölmiðlamann landsins, sér við hlið, sem framkvæmdastjóra þingflokksins. Hverju er Þórður Snær eiginlega hvísla í eyra Loga? Ég bara skilit ekki. Og þarna blandast inn sko byggðasjónamið sem er rót alls ills. Þú veist, hann er að tala um fjölmiðla í þeim skilningi að hún þykir svo vænt um það að landsbyggðin geti fáið svona sjálfsmynd sína frá héraðsfréttablöðum. Héraðsfréttablöð er ekki fjölmiðlar, ekki þeim skilningi sem ég legg í það hugtak. Þetta er bara svona eitthvað húmil í húm, sko, þú veist, Jón bóndi á Hóli, hann var að fá sér 15 rollur í viðbót og er núna komin upp í, þú veist, bla bla bla. Þetta er bara fínt, en þetta er ekki frétt, sko, ekki neinum skilningi. Þannig að ég er eiginlega búin að gefast upp á þessu hugtaki, fjölmiðlar. Ég var að ræða þetta við dóttur mín, hana Nönnu, sem að veit nú lengri en nefn en nær. Hún sagði, ég held að lausnin á þessu sé bara það að bara slaufiði þessu hugtaki, fjölmiðlar,
hættið að þrasa það hvort að samstöðin fjölmiðil eða podcast sem að menn geta lagt mat á hvort podcast á styrum eða fjölmiðil. Látið þau bara eiga þetta fjölmiðlahugtak og farið bara að tala fréttastofur. Já, kannski sko, vegna þess að sko, við vorum með fjölmiðlanefnd sem átti að auka fjölmiðlalæsi og þessi fjölmiðlanefnd bara sko, hún bara í þjóninu. Já, hún veit ekkert hvað hún að gera. Hlaðvarpið í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Og ekkert að sinna þessu, bara að reyna að fá einhver hlaðvörp til þess að skrá sig sem fjölmiðl og fleira. Já. Hvernig stendur það mál hjá þér? Ég ekki búinn að heyra frá þeim, en ég náttúrulega bara, ég held að það hefur bara gert sig grein fyrir því að ég uppfylli ekki þau skilyrði sem að nauðsynleg eru til þess að geta kallað mig fjölmiðl. Ég ekki með ritstjórnarstefnu og það engin ritstjórn. Sko, það eru 3 fjölmiðlar, það eru 3 fréttastofur á landinu sem að sinna daglegum fréttaflutningi og þær eru hver með sínu sniðinu og eignarhaldið ólíkt hjá þeim öllum. Það RÚV sem náttúrulega bara í ríkiseigu, það Mogginn sem náttúrulega bara í eigu útgerðarinnar og með yfirlýst markmið og við getum rifist það fram og tilbaka hvort að áróður séu fréttir. Það má hafa ýmsar skoðanir á því og svo erum við sem ég held að sé bara eina ómengaða fréttastofa landsins. Þú getur sagt þetta vók frétt og þetta ekki vók frétt og bladi bla. Sko, blaðamenn eru miklu sjálfstæðari heldur en fólk almennt gerir sig grein fyrir. Það allavega engin yfirlýst stefna vísis að vera vók miðl, sko, ef einhver heldur það. En ef að menn sjá einhverja frétt þá þeir alveg til í að fella allan skóginn og þá spyr ég býtu hvað? Ok, fellum allan skóginn. En hvað ætlið þið þá að tala um? Vegna þess að í einu orðinu segja þetta ömurlegt og svo fara þeir bara Frosti Logason flettir á næstu frétt og þá hann bara að ganga út frá því að það sem að framkemur í vísi standist skoðun. Þú veist, það ekki nokkuð leið að fá neitt vit í þetta. Nei, ég nefnilega sko, ég með við byggjum alla umræðu á fréttum sem sagðar eru. Já, og ég líka með núna þætti þar sem ég bara að ranta eitthvað hitt og þetta. En þar ég að nota fréttir sem hafa verið aflað af ákveðnum aðilum. Nákvæmlega. Og þess vegna þótti mér náttúrulega, þú veist, ég búinn að vera að berjast hart gegn því að ég sé kallaða fjölmiðill. Ég vil ekki sjá þessa djöfu sem styrki og ég vil bara vera látin í friði og vera með minn, sko, áróður sem að byggir á því að ég í hagsmunagæslu fyrir eigin sjónarmið. Nákvæmlega, við höfum náttúrulega farið í gegnum þetta áður, margóft. Ég meina, ég held ég að einhvern tímann talaði þetta líkt eins og við kjötsúpu, skilurðu. Það þurfa ýmis efni að koma saman í kjötsúpu, svo hægt sé að tala fjölmiðil. Það þarf kartöflur og gulrætur og svo kjöt, skilurðu, og þú kannski kartablann í súpunni. Það gerir þið ekki að fjölmiðli, það gerir þið ekki að kjötsúpu. Nei, ég vil bara vera kartöflusúpa. Já, einmitt, sko. Ándjóks, þetta eitthvað annað og það eykur við, við erum alltaf að fagna þessum einkennilega fjölbreytileika
Þetta eykur fjölbreytnina í flórunni af því hvernig fólk að neyta bæði afþreyingar og upplýsinga sem oft fer saman. En að þetta sé fjölmiðill þegar ég þarf ekki að bíða, og þess vegna ég alltaf að reyna að impra á þessu að þetta annað batteri. Ég hérna, ég sest niður, ég fæ mér kaffisopa og svo ranta ég það sem að ég að finna í fréttum annars staðar. Ég var ekki yfir nóttina að tala við slökkviliðsmenn það hvernig slökkvistarfi gekk eða fyrir utan stjórnarráðið til þess að bíða eftir atvinnuvegaráðherra til að ná einn 2 mínútna klippu fyrir 7 fréttinar þar sem starfsmenn þurfa líka að vera. Akkurat. Þetta að líka þessu saman galið. Það bara algjörlega sturlað og því miður þá höfum við látið þetta svolítið slæta. Fólk að tala rannsóknarblaðamennsku, mikilvægi hennar og mikilvægi héraðsfréttablaða upp á sjálfsmynd vargsins og svo framvegis, mikilvægi langra viðtala í podcastum eins og þessu. Þetta allt gott og gilt, en þetta ekki fréttaflutningur, þetta ekki fjölmiðlan. Ég held að kannski munurinn sé líka út af því að stundum gerist eitthvað fréttnæmt í hlaðvörpunum. Já, það allt annað. Það allt annað. Það þarf að nota það í einhverjum tilgangi inn á fréttastofu. Það getur gegnum filter sem hlutlægur, fá viðbrögð. Tökum nú eitt dæmi, bara mjög nýlegt dæmi. Mér barst ábending það að Þórdís Kolbrún, Reykfjörð Gylfadóttir, væri að hverfa af vettvangi og væri að fara að taka við jafnvel sendiherrastöðu út í Washington eða einhver staðar í útlandum. Ég búin að vera að eldast við þetta núna í nokkra daga og þetta ótrúlegt hvernig þetta fungerar. Loksins í gærkvöldi fæ ég viðbrögð frá Þórdísi sjálf. Nei, það ekkert að frétta af vistaskiptum mínum. Áður hafði ég náð lauslega í Þorgeiri þar sem hún var á handboltaleik út í Svíþjóð held ég. Hún sagði, já þú segir mér fréttir. Að öllu eðlilegu þá væri þetta náttúrulega bara, það væri búið að slátra þessu. Þar með fréttin döð, hún ekki, ég fæ þetta ekki staðfest frá fyrstu hendi. Býttu, hvað gerist ekki? Páll Magnússon, fyrrverandi sjónvarpsstjóri Ríkisútvarpsins, með meiru, fer í blaður þátt á Bylgjunni, bítinu. Bara núna í morgun, við erum að tala saman 27. Já, hann segir, ég hef heyrt þetta og allt í lagi með það, sko, allt í lagi með það. Heyrðu, hvað kemur þá? Í DVAF sem orðin einhver furðulegasta fyrirbæri á Íslandi held ég hvað þetta varðar. Því að ég held að 80% af fréttunum sem að þeir segja er bara beint af Facebook. Ég hef sjaldan lesið frétt þar sem hefur komið mér á óvart vegna þess að þetta alltaf bara fréttir af Facebook. Orðið á götunni. Og svo liggja þær á hleri á okkar miðlum sko og svo þegar þetta orðið stjórnarsinnaður fjölmiðill þá og ég hef nú farið yfir það einhvern tímann hér áður að það mjög skrítið hlutskipt að vera stjórnarsinnaður fjölmiðill það einhvern veginn bara oxymoron sko. Já, það sagði það í þætti núna fyrir skömmu á Bylgjunni að það væri eðlísun að vera í stjórnarandstöðu að vera í fjölmiðlum. Já, það bara eiginlega segir sér sjálft sko. DVAF að hamast á stjórnarandstöðinni sem hefur ekkert neitt eða neitt að segja. Þannig að þetta orðið mjög skrítið. En þá þetta komið þar, bara forsíðu. Páll Magnússon segir að Þórdís sé að verða sendiherra. Tada! Slegið upp á forsíðu. Þannig að við þurftum að bara eiginlega að bara eldast við þetta eiginlega bara nauðug viljug og afskrifa þetta. Þetta ekki frétt. Nei. Þetta þetta ekki frétt. En núna hefur Ólafur Arnarsson og DVAF svona kvartað mikið við því hvað mogginn hefur verið svona hallur undir Sjálfstæðisflokkinn og hvað þeir eru svakalega litaðir öllu sem að við kemur Sjálfstæðisflokknum alveg hægt að fara rauk fyrir því Davíð Oddsson jú ritstjóri en ég hef aldrei séð aðra eins blaðamennsku varðar stjórnmálin þetta bara svona það norður kóreist þema af lofsöng
ég var í einhverju viðtali á Bylgjunni fyrir þó nokkru síðan með henni Andreu hérna sig hérna. Já. Og ég sagði bara við Andreu, bara velkomin til leiks. Þá, þú veist, þetta er skrítið að vera stjórnarsinnaður fjölmiðl, en Guð minn almáttugur hvað þeir fóru þó betur með það heldur en Ólafur Arnarsson og DFF. Jesús minn eini. Þetta er svakalegt. Og ég skil ekki alveg okkur þessi maður telst marktækur yfir höfuð. Sko. Nei, bara orðið á götunni, Kristrún er gáfaðasta manneskja sem hefur gengið á jörðinni, sko. Það er bara, gengur allt upp og stjórnar það bara ömurlegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Já, hvaða kröfur gerum við til fjölmiðla? Ég velti því fyrir mér, en eins og ég segi, ég legg þetta til, eða mér finnst þetta allavega hugmynd umhugsunarinnar virði, hvort að við verðum bara hreinlega að sleppa takinu á þessu hugtaki fjölmiðlar, vegna þess að það virðist enginn skilja hvað það þýðir, ekki nokkur einasti maður, og hvort við förum bara hreinlega að tala um fréttastofur. Og vera þá með fréttastofu nefnd. Já, þetta er bara... Það kasta því batteri kannski líka út hafsauga. Ég held að það með, sko, ég hef nú löngum sagt það og lengi og árum saman að það ég auðvitað leggja þessa nefnd niður og þó fyrr hefði verið, hún hefði aldrei átt að vera stofnuð. Hlaðvarp er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Vandinn er auðvitað þessi að stjórnmálamenn sem eru rosalega sjálfmiðað fólk, eðli máls samkvæmt, þeir eru sko með sig á heilanum og hvernig þeir líta út og þeir líta beinlínis á fjölmiðla sem andstæðinga. Og svo þeir alltaf að reyna að koma böndum á þetta og þá verður þetta svo ruglað. Fjölmiðlanefnd er greinilega liður í því að reyna að koma böndum á fjölmiðla. Ég bara, þú veist, ég skil ekki hlutverk fjölmiðlanefndar. Ég hef aldrei skilið það og það fór náttúrulega algjörl út í bláinn hérna þegar að ég lenti nú einu sinni í þeim, ég var kærður til fjölmiðlanefndar og Vísir, ég hef nú sagt þér örugglega frá því einhvern tímann í lengra máli. En það var alveg gaggalag og það sýnir sér líka hvað hérna, sko, hvað þetta kerfi gengur langt í að verja sig og þú þarft ekki að vera komið með nema annan fótinn þar inn, þá bara er eins og að bara, þú farir í gegnum eitthvað sem að er bara einhver heilaþvottur, sko. Já. Mér finnst bara allt vera árið skrítið. Við tölum núna að þú talar um samstöðuna sem svona hlaðvarp á sterum. Ég tek það sem dæmi. Ég get ekki séð að þetta sé neitt annað. Nei, ég er eiginlega sammálaður út af því að það er sáralítið gagna öflun. Marja Lilja fór einstakasunum út, þeir eru með einstakasunum fréttir upp úr sínum eigin þáttum sem eru bara svona lengri hlaðvörp og birta það inn á vefinum. Til þess held ég að fá styrkinu til skrítið einhvern veginn hvernig þeir eru með Gunnar Smári greinilega með það algjörlega á hreinu að hann teikna bara upp sinn rekstur með hliðsjón af því hvað hann fær mikinn ríkistyrk. Og þetta, ef hann er settur við hliðina á okkur, þá bara hvernig er eiginlega hægt að skilja þetta? Já, þetta er svolítið skrítið. Sko. Bara með fullri virðingu fyrir öllu því sem hann er að gera. Ég er ekki að meina þetta. Ég hlusta mikið á samstöðuna. Ég líka. En ég horf ekki, þú veist, á þetta og það segja, ég ætla að fara og skoða fréttir núna. En þessi þulan sem það daglega með það að Logi ætti nú að reyna að gefa þeim meiri penning. Það veit ekki afturvirkt 2 ára aftur tíman á þetta út. Nei, mér finnst það ekki vera gott. Nei, ég skilir þetta ekki alveg, en svo líka bara, þegar við vorum að tala um hversu hátíðlega fólk tekur sér, sko, líka vera svona út af því að krefjumst þess að Mogginn, Vísir og jafnvel RÚV séu svona litir í sér og þeir séu að gera þetta svo ömurlega og það er svo ómögulegt hvernig það er verið að... Þeir eru alltaf að naga hælinn af skóinn á okkur. Þeim sem eru að sinna daglegum fréttaflutningi, það eru bara 3 aðilar á Íslandi og tökum það í burtu og hvað ætlar þá að gera?
Já, Gunnar Smári. já, nei, ég menna Nei, í alvöru. en svo líka, þú veist, ég menna, ég hlustaði á daginn, ég heldur að vera í 20 mínútur að tala það hvað þeir væru æðislegir og mikilvægir og alveg bara Ég sko, mikilvægt þetta barnalega gropp þeirra náttúrulega alveg geggjað. Það er má hlæja því, sko. Þetta sko, einhvern tíman var nú sagt held ég í háamálum að þú ætti nú ekki að vera að reykja þér, sko. En þeir hafa alveg gleymt því, hafið þeir einhvern tíman lesið það. Já, það er eitthvað svona, mér finnst allavega eitthvað að vera að bogið við þetta, sko, en ég hef alveg, sko, ég hef gagnrýnt alveg fjölmiðla og og ef við snúum þess aðeins við og förum aðeins yfir, það er svona hægri menn sem er að hlusta á mig, sem að hlusta á þig og þið eru svo flekklausir og þannig og veltaði fyrir sér þið farið alltaf á afturlappirnar og byrjið að væla eitthvað einasta skipti sem er rétt svo hnýtt í ykkur. Brynjar Níelsson hefur bara rétt fyrir sér að þið eruð ekkert heilagir en aðrir, sko. Þannig að af hverju komið alltaf að veigir ykkur við allri gagnrýni? Nei, bara, þú veist það, ég er ekki viðkvæmur fyrir sjálfum mér, Guð minn góður, og er bara ekkert viðkvæmur fyrir Vísi heldur. Vísi gerir þetta fullt af mistökum, algjörlega, en ekki vera alltaf, sko, þetta er ákveðin ástæða fyrir þessu. Brynjar er af þessum mokkaskóla og þeir geta hreinlega ekki slitið í sundur það að fréttamennska sé ígildi áróðurs. Þeir eru aldrei upp við það. Þeir skilji ekki fjölmiðla öðruvísi. Vísir er ekki með neitt pólitískan agenda. Það er ekki þannig. Bara, þú veist, og hver ætti sá, hvað ætti eiginlega að vera það sem að drífu Vísi áfram í pólitísku samhengi? Ég veit það ekki. Nei, ég veit ekki sko hvað neitt félagi minn á fréttastofu Vísis, þar sem ég hef núna starfað í 15 ár pluss eða eitthvað, give or take, ég hef ekki hugmynd hvað þetta fólk kýs. Ég hef ekki hugmynd það. Þetta kemur aldrei til tals. Ræði það aldrei? Ekki svo mikið sem, nei. Í alvöru? Við erum bara... Er það ákveðið prinsip? Nei, við bara, fólk sem er í blaðamennsku, það er að sinna þess af heilum hug. Og það áttar sig auðvitað á því að við eigum að reyna að segja hlutlegt frá, þú veist, við erum ekki að draga einhverja tauma, auðvitað misfest það af og til, skiluru, en það er ekki fundamentið í þessu, bara langt því frá. Þannig að við ljúkum þessu, menn langar líka að tala um lestur og bókmenntir. Og annars, sko, varandi Vísi, Vísir er á ágætum stað, Vísir er sjálfbær, Vísir er að reka sig ágætlega, það er ekki miljandi hagnaður, en það er bara góður rekstur á Vísi. Þetta snýst bara kvöldfréttir Stöðvar 2. Því að það hefur alltaf verið tap á þeim rekstri, alltaf. Og nú þegar við erum að tala um fréttaveitur, þá hefur fréttastofan ekki verið að þjóna fyrirtækinu sem skildi í því að vera auglýsingaskildi fyrir dagskrána. Þetta hefur alltaf verið talin ásættanlegu fórnarkostnaður. Nú þegar það þrengir á í dalnum, þá horfa menn til þessa, erum að fá það út úr kvöldfréttum sem við erum að fá. Það er engin gigantísku samdráttur á Vísi. Vísir er bara í mjög góðum málum. Bylgjan líka. Og annað, hann er auðvitað til sölu, bara eins og allt, fyrir réttan prís. Ég sé engan sem að getur reitt frá veskið og keypt Vísi, ekki bráð. Ef ekki bara hringi Heiðar, ganga frá þessu. Og það er algjört rugl sem að fram hefur komið. Heiðar, bara, akkur eftir ekki með hann í þetta með mér. Já, ég tek hann næst. Hann var hérna reynda fyrir örfáum dögum. Nú er það, ok. En já, við Heiðar erum oft sammála eitt og annað. Já, ég er oftast sammála honum svona þegar umræðir samfélagsmál og þessi mál. En það að Heiðrún Lind sé komin í stjórn sínar þýðir ekki það að við séum þar með farnir að draga taum LÍU. Það er bara þvæla. Það er SFS í dag. Já, SFS. Það er bara algjör þvæla, einfallega vegna þess að það stendur skrifað fréttastofuna að hún sé sjálfstæð. Það þýðir það að það eru engin afskipti, engin bein afskipti af hálfu stjórnar í tengslum við fréttaskrif. Við erum með þessi öðru húsi, heldur en aðalstarfsemi sínar er í. Þannig að sko Erla
hætti núna daginn, Erla Björg, hún gerði það ekki sko, menn voru eitthvað að reyna að ráða í það. Erla, ég bara heyri það frá fyrstu hendi, frá henni sjálfri, sko, hún hafi bara verið búin á batteríunum. Það var ekkert meiri því, hún sagði sjálf upp störfum, sko. Það þurfti ekki að lesa neitt í það. Nei, við erum svo mikið smábæjarfólk, sko. Okkur finnst alltaf svo spennandi að lesa meiri hlutina eins og heldur en þeir eru. En svo ljúkum þessar umræðu, sko, því ég hef oft hort á þetta, sko, reynt að veltaði fyrir mér að það er verið að segja samstöðun sé fjölmiðill og að ég sé fjölmiðill og fleira. Mér finnst við miklu meira að vera stjórnmálamenn. Gunnar Smári náttúrulega stofnaði flokk. Ég er miklu meiri stjórnmálum heldur en nokkuð tíman í fjölmiðlum. Já, þetta í raun og veru bara svona útblásinn skoðanapistill sem að þú ert að og svo samtal við menn þar sem út að skiptast á skoðunum. Þetta allt góðra gjalda vert. Það enginn að tala þetta niður þó þú bendir á það að þú sett ekki fjölmiðill. Af hverju eru menn að hengja sjálfsvirðingu sína á þann snaga að þetta sé fjölmiðill? Ég skil það ekki, síðan hvenær var það svona töff að vera fjölmiðill? Ég líka horfa á þetta þannig, sko, ég gæti alveg skrifað undir pappíra og klárað eitthvað svona og verið undir þessu, en ég horfa á þetta þannig, sko, ég er miklu meira að passa upp á þess að það sé eitthvað bil þannig á milli, sko. Já. Að það sé bil um þetta, því að ég reiði mig á það að Vísir sé og RÚV sé og MBL sé að afla upplýsinga svo að ég geti sko mátaðar við mín eigin skoðanir og blásið það út, sko. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. En ég sko bara, hvernig ná að skilgrina fjölmiðl? Magga Frikka, er hún fjölmiðl? Ég meina, er Smeð með sína miðju, það fjölmiðl? Bara því að hann hefur verið í blaðamennsku einhvern tímann? Ja, þetta náttúrulega bara della. Við erum ég heldur að séum að útkljá þetta. Já, en hver niðurstaðan? Ég er ekki fjölmiðl og þið eru fjölmiðl. En hvað finnst þér þessa hugmynd með það að bara kasta þessu hugtaki, fjölmiðl? Já, jú, það er svo sem alveg hægt líka. Þá ætti þetta ekki verða fjölmiðlastið, þá ætti þetta verða fréttastofustyrkir. Nákvæmlega, bingo. Og það því að mér finnst ekki margir af þeim sem að þykja þessa styrki, mér finnst það ekki megasens. Ég skil að þeir sækja það, en ég skil ekki að þeir fá það. Þetta náttúrulega bara orðið ótrúlega þvælt, ég meina, Ég sagði það áðan að byggðastefnan undir rót alls íls, hún rót víðtækra spillingar og við getum tekið eitt ágætt dæmi þetta úr allt annari átt. Lilja Rafney þegar hún var í VG, hún náttúrulega fyrir vestan, hún sjókvíaeldis stuðningsmaður. Hvað sem okkur kann að finnast sjókvíaeldi, þá sjókvíaeldi alveg örugglega ekki eitthvað sem að VG hefur á stefnuskráni sinni sem umhverfisverndarflokkur. Í raun og veru ætti VG að sjá rautt þegar að tala sjókvíaeldi. En Lilja Rafney lýsti því yfir fyrir löngu síðan að hún var ákafur stuðningsmaður sjókvíaeldis og þetta væri bara forsenda byggðar á Vestfjörðum og Vestfjarðakjálkanum og þá hún búin að brengla svo það hvað VG að þeir bara eru bara við dauðastýr, sjá sína sæng uppræta, af því að þau get ekki sagt, nei, við styðjum ekki sjókvíaeldi, og voru þá með sjávarútvegsráðuneytið, Svankvít og Sællar minningar og Bjarkey Olsen. Já, Svandís. Já, ég sagði það. Já, þú sagði Svankvít. Nei, Svandís. Já. Og Bjarkey Olsen. Og þær stöllur allar. Þær gátt aldrei sett niður fótinn og sagt, heyrðu, nei, VG umhverfisverndarflokkur, hann styður ekki sjókvíaeldi. En það var ekki hægt af því að þá gáttu þeir afskrifa þó þessi atkvæði sem þeir voru að fá fyrir vestan. Því segi ég, landsbyggðastefna
er undirrót víðtækrar rótgróinnar spillingar á Íslandi. Getur slegið þessu upp í frétta... Nei, þú ert ekki með fréttastofu. Nei, ég sendi þetta á þig bara. Nei, þetta er, já, ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta. Ég er náttúrulega til að umhverfissinnar eins og allir heiðvirðir borgarar eiga náttúrulega styðja við sjókvíaeldi. Það er annað mál. Ég meina, þú veist, ég er að fjalla um sjókvíaeldi og ég hef enga skoðun á því til eða frá. Nei, ég er mjög peppaði fyrir þig og ég vil ekki sjá þessa stór auðmenn væla yfir því með einhverja ljótsorgleru. Þarna sérðu muninn á okkur tveimur. Já, nákvæmlega. Fjölmiðill og ekki fjölmiðill. Akkurat. Blaðamaður og álitsgjafi. Nákvæmlega. Álitsgjafi er einmitt orð sem ég vil svolítið íta úr vör íslenskuru hérna út af því að mér finnst þetta vera að ná fullkomlega utanum það munin. En hérna fáum þig að þessi álitsgjafa hlutverkið. Dragaði úr hérna fjölmiðlamannunum. Því að við höfum talað um lestur áður. Og núna kemur Inga Sæland og ætlar að fara að rífa upp lestrarhæfni ungra drengja sérstaklega en ungs fólks almennt. Mér finnst það bara góðra gjalda vert hjá Ingu. Er það ekki? Ég myndi halda það. Ég held hún sé að eiga við alveg gríðarlega mafíu en hún náttúrulega fer með bakslagangi í þetta og er svolítið svona bara amman er kominn upp á dekk og hún ætlar að láta til sín taka en svo getur maður veltið fyrir sér af hverju þarf að vera að fara næst eitthvað fram með því að fara í þennan leik. Maður bara sá allavega sko þegar Ásmundur Einar var þarna og hann einhvern veginn kom svona hálf kjökrandi greinilega. Já. Að þá étur þetta lið á menntavísindasviði og í þessum lobbyisma hvaða ráðherra sem er lifandi. Þangað til að Inga Sæland kemur og segir með sínu offorsi, má segja, en ég held að það hafi verið eina sem að gekk upp. Ég meina þetta var náttúrulega ekki björgulegt þegar hún er að rugla saman hvað heitir þetta átakat út í Kveikjum neistan og svo finnskuleiðina. Kveikjum neistan er samt byggt á finnskuleiðinni, ég hef kynnt mér þetta mjög vel. Okay. Og ég veit að Hermundur hefur nýtt gögn frá finnsku og notað Sisimiali og fleiri snillinga sem að voru að höfðu mikil áhrif á það hvernig finnska leiðin var útfærð. Já. Ég held að Finnar kalli þetta ekkit finnsku leiðin, þetta er svolítið eins og með dómsmálaráðherra ætla að fara norsku leiðina í útlendingamálum. Já. Þetta norðmenn tala ekkit þetta sem norsku leiðina en hvernig sem því líður þá fara þeir byrja þannig að nám 7 ára, eru með ákveðin útvist þetta og Kveikjum neistan byggir á þessu og er svo yfirfært yfir þetta ástriðu tíma sem að Hermundur hefur svolítið byggt upp þar sem að krakkar hafa beinan hvata af því að vilja læra. Þannig að það að Inga Sæland og þessi var svolítið sem eitt slegið upp í fyrirsögn sko að Inga Sæland hafi verið að rugla saman Kveikjum neistan og finnsku leiðinni. Það er rosalegur og horfum á þetta sem Venn-diagram sko. Þá er þetta rosalega Álfhildur áþekkt. Kjartansdóttir þarna fyrir norðan, kennari og sveitarstjórnarkona held ég. Hún var nú eitthvað að arga þrassast út í þetta. Sko þetta er auðvitað foreldravandamál. Þessi vandi, hann fer langt aftur. Meira segja bara alla leið aftur til þess tíma að ég var í skóla og þá var behaviorismin að koma upp og honum var tekið fagnandi af alls konar skussum sem að vildi bara geta kennt einhverju andlitslausu kerfi það ef að barnið þeirra var of heims til að læra eða bara hreinlega naut ekki stuðnings heima fyrir. Og síðan hefur þetta verið að fara stöðut á verri veg. Ég meina þegar dóttir mín fyrir gegnum skólakerfið, við bara kendum henni að lesa heima. Síðan lappar hún í gegnum grunnskólan, barna og grunnskóla og hafði nákvæmlega ekkert að gera þar. Hún kunni bara námsefnið. Öll orka kennarana fór í það að sinna þeim sem að kunnu ekki neitt. Þetta eru andverlegar, svo kallaðir.
tekst okkur að hverfa frá þessu? Ég veit það ekki á ári, það er alveg ljóst. Ekki á kjörtímabili Ingu Sæland, það er algjörlega ljóst. En ég er alveg sammála því að það þarf aðeins að fara að endurhugsa þetta og þó fyrr hefði verið. Því við erum að tala 50 ára gamla vanda. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, ég þekki ekki til þess hvort þetta sé svo langt aftur, sko. Ég held að samfélagsmiðlar spili þennan stóra rullu og símar og reyndar líka viðhorf foreldra, þar sem að einmitt eins og þú segir, sko, að réttrúnaðurinn hefur í rauninni veitt ungu fólki með börn fríspil. Behaviorismin gengur bara út á það að þú sett afsprengju umhverfisins og það sé ekki til sem heitir gen eða eðli eða hvað að kalla þetta og því megi skella skuldinni á kerfið. Ég held að þetta þarna auðvitað er þetta faktor en þetta er ekki bara annað. Þetta er samspil þessara tveggja þátta. Og svo er náttúrulega þriði þátturinn sem kemur þannig inn sem að er svona, hvað ég var að segja, mistúlkun á nytjastefnu John Stuart Mill, þar sem að ef þú ætlar bara að jafna allt við jörðu og enginn má skara fram úr og ef að fólk einhvern veginn stendur sér nægilega illa þá er það alltaf umhverfið í að kenna, sko. Já. Maður heyrir þetta líka rosalega mikið núna þegar að maður er að tala þessi mál, að til þess að passa að kenna ekki foreldrum til þess að passa að kenna ekki kennurum Það má alls ekki og það er rót. En þá er sagt, sko, við sem samfélag þurfum að grípa þetta. Sem er náttúrulega eitthvað sem að enginn er þá að fara að grípa, sko. Það er auðvitað verið að tala það oft hent á lofti þessi frasi að það þarf þorp til að ala upp barn og sem eru auðvitað einhverju ákveðnu leiti rétt. En þetta er hins vegar augljóslega þetta er hinn fullkomna afsökun fyrir slökseríi. Þetta leiðir til þess að ábyrgð einstaklingsins hverfur. Hún verður ekki nein. Og það er auðvitað vandi sem að við, miklu víðtakari vandi sem að við þurfum auðvitað að fara að horfast í augu við. Ég held það líka. Ég held að og það er náttúrulega eitthvað sem ég er svolítið að reyna að ýta eftir í þessu hlaðvarpi, þar sem að ég er að kalla ungt fólk aumingja fyrir það að geta ekki staðið aðeins í lappirnar gagnvart ótrúlega svona hversdagslegum vandamálum og að ákjósanlegasta leiðin til þess að haga sínu lífi er að reyna að sækja fylgjendur með því að birta myndir af berum bossanum á Instagram og að vera einhvern veginn að móta þykkt ágæti undir þeim formerkjum að þú lifir einhverju platt lífi sem þú kaupir flöskuborð og fleira þrátt fyrir það ekki sjálfsafla fé til þess að kaupa til dæmis íbúð og svo ferðu í fjölmiðla og kvartar yfir því að einhver stórkostlega einkennileg gráða sé ekki að skaffa þér húsnæðið á meðan þú ert í því námi, sko. Ég get nú sagt þér það að ég fór á einhver millibílsástand og ég skuttlaði mér í háskólan, náði mér í MA gráðu og útskrifaðist þar með ágætiseinkunn, þakkaði fyrir. Þetta breytti öllu fyrir mig á vinnumarkaði. Eða ekki, þetta breytti nákvæmlega engu. Þetta breytti 0 á hinum frjálsamarkaði, þá er ekki einu sinni litið til þessa. Ja, kannski, já, ertu með MA, ok, já, gott. Og finnst þér ekki að það er að koma eitthvað til álita varðandi launakjör? Nei, veistu ekki, ég held ekki. Já, ok. Þannig fórum sjóferð þá. En ef þú sækir mig hjá henni opinbera. Við erum bara komnir með það, við erum komnir í þá stöðu og hún var fyrirsjáanlega fyrir löngu og nú er hún upprunnin að þið opinbera er að leiða hér gigantískar launahækkanir
geggjaðar launahækkanir og þess vegna geta ráðuneyti flokkarnir og þetta allt sko plokkað bara út þá sem að þeim sýnist til að fá í störf til sín og þeir voru náttúrulega lengi vel með miklu betri og tryggari, eru miklu tryggari starfsamninga, það ekki hægt að losa Starfsöryggi. Starfsöryggi er miklu meira. Þetta átti að reikna til launa. Núna er þetta bara orðið öfugt. Þau eru bara ekki bæði með belti, þau eru líka með axlabönd. Og hér náttúrulega birtist andun þín á konum. Hvað einna helst og best? Jú, ég er náttúrulega kvenhattari, það er að viðurkennast. Það er svo magnað út af því að ég hef unnið hjá hennu opinbera og ég er svo opinbera að gera núna í 16 ár á sambýli fyrir fatlaða. Ég er alltaf að segja sko að við erum samt að horfa upp á það að alltaf ef að koma einhverju nýjir svona, já, einhver nýmæli kjarasamninga eins og stytting vinnuvikunar eða eitthvað þannig að þá getum við bara gengið að því vísu að því verið bara kippt í gang, 1 og bingo. Já. Á meðan einkamarkaðurinn náttúrulega getur það ekki og svo ætlum við í ofanalega ljúga því að fólki að þetta mun ekki koma til með að hafa nein áhrif á þjónustu. Já, Það er alveg stjörnugalið. Já, já, já. Bara frí annað hver föstudag eða eftir hádegi Já, þetta er orðið algjörlega galið. og líka bara með eðlileg kjör á bara hjá hennu opinbera er bara 1600 til 1700.000 ef þú Takk fyrir. ert með masterskráðu eitthvað hannig. Takk fyrir góðan daginn. Þetta er klikkað, Hvað er myndavélinn? hún hana. Heyrðu, farið að ráða mig að það. Hvað myndirðu geta hugsað þér að ráða þig til einhvers ráðuneytis? Ég er einu sinni PR fulltrúi. sótti ég upplýsingastjórastöðu í einhverju bara bríjar í utanríkisráðuneytinu. Hvenær var þetta? Það er örugglega svona 10 ár síðan eða eitthvað. Já, Ég man það ekki. Ég hefði haldið að ég væri fullkomlega overqualified miðað við þær kröfur sem voru gerðar. Ég var ekki einu sinni búið að þeirri viðtal sko. Það var ekki svo mikið sem. Ég var augljóslega ekki típan sem þeir voru að leita að. nei, varstu ekki með master í kynjafræði? Ég var ekki með master í kynjafræði eða mannauðsstjórnun sem að ég, þú veist, þetta var í raun og veru meira test hjá mér heldur en nokkuð annað og þú veist, og hið opinbera er að stunda það að þeir verða lögum samkvæmt að auglýsa þessar stöður en þá bara fikta þeir í umsóknunum eða vilja einhvern sérstakann þá er allt í einu orðið mjög æskilegt að hann hafi lært í Svíþjóð til dæmis bara, þú veist, ég er að íkja aðeins sko, en þá er þetta svolítið teiknað eða sniðið eftir þeim sem að menn hafa í huga í tiltekna stöðu og þetta er auðvitað ekki gott. Ég kláraði meistaranám í opinberri stjórnsýslu og ég gerði það át af því að mér langaði bara að geta gagnrýnt kerfið enn betur en ég gat áður sem að reyndist alveg rétt, þessi gráða hefur reynst mig vel í þeim efnum en mér langar samt að segja að örugglega 80% af samnemyndum mínum hafi verið konur í flestum tilvikum, einhverjir karlar þó, sem að voru að sækja sér menntun til þess að fá hækkun launa inn á einhverju stofnun hjá hennu opinbera. Já. Og það var enginn úr einkageiranum, það voru allt konur á miðumaldri í flestu tilvikum, einhverjir karlar eins og ég segi, Já. en sem voru að sækja sér menntun til þess einmitt að hækka í launum hjá hennu opinbera út af því að það munar svakalega þetta sko. Þá getur einhvern veginn sótt stöðu sem einhver upplýsingafulltrúi sem að sko mér langar að segja að gervigreindin geti augljóslega leyst að hólmi sko. Ég myndi halda það algjörlega, þetta er þetta vandamál. Svo líka eins og einhver hjúkrunarfræðingar sem voru með reynslu að vera hjúkrunarfræðingar voru bara að hasla sér ákveðin völl sem hjúkrunarfræðingar og stönduðir sem slíkir sem voru að sækja sér menntun til þess að hætta að hjúkra Já. og fara í einhver skrifstofu. Mér skilst að þetta sé vandamál hjá Landspítalanum að þær eru komnar allt og margar þar, mjög hæfir hjúkrunarfræðingar komnir bara í millistjórnendastöðu og eru þar bara að föndra í Excel dagana langa. Kunna náttúrulega samt ekkert í Excel sko, ég heit að gera náttúrulega sko mína rannsókn á Landspítalanum í þessu meistaranámi. Já. Þar var ég að tala við einn sem að
sagði við mig að hann var sem sagt, mjög sérhæfður skurðlæknir Já. með bara einhverja áratuga reynslu erlendis og eitthvað svona. Og hann sagði helmingurinn af mínu starfi fer samt í það að reyna að búa til eitthvað vaktaplan og skipuleggja og bunka laun og eitthvað þannig sem ég kann ekkert í og hann sagði bara ég er ömurlegur í þessu. Já. En ég er aftur á móti ótrúlega fær í því að skera upp. Svo vantar menn í það að skera upp. Já. En hann á að vera í þessu út af því að forstöðumenn berja svo mikið fyrir því innbyrðis innan Landspítalanum að viðhalda þessu líkani. Sko. Ég held þetta heiti Parkinson lögmáli þar sem að þú einhvern veginn þér sparkað upp þangað til þú ert vanhæfur til þess að sinna nákvæmlega þeirri stöðu og ég held að þetta sé alveg viðgangandi og hérna í öllu okkar kerfi þú veist jú, ég held að örugglega þessi Parkinson lögmálið og þú veist ágætu blaðamaður þarf ekki endilega að vera frábær ritstjóri sko það er ekki þannig en því miður þá er launapíramídin byggður upp þannig að þú þarft að teygja þig upp í einhverjar stöður til þess að geta að bætt launin þín og þá ertu kannski komin í stöður sem á ekkert endilega við þig. Hlaðvarp er í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Nei og líka bara eins og ég hef nú rætt áður að hjá hinu opinbera þú hefur ekki hagsmuni af því að standa þig betur í langflestum tilvikum því að það er svo náttúrulega erfitt eðli máls samkvæmt að meta framleiðni þína á því hversu vel þú stendur í starfi og þetta er náttúrulega bara vandi sem er svolítið víðtækur en hins vegar hefur þið verið bætt úr því með því einmitt bara að Sonja Eir Þorbergsdóttir kemur og segir hérna hvað hati konur og stjórnmálamenn segja náttúrulega nei, ég er rosalegur feministi sjálfur. Sko, þetta kynjaspjald er nú að verða djöfulli hallaríslegt að spila út. Sonja verður stöðugt hallaríslegri með þessu útspili sínu og ég held að það hefur nú eiginlega alveg keyrt þverbak núna í leiðtogakjöri Samfylkingarinnar þegar hún spilaði ítrekkað út kynjaspilinu, hún Heiða blessuninn sem að núna er bara undir sæng og svarar ekki símum þegar hún segir ég hélt einhvern veginn að Samfylkingin væri komin lengra. Hvað meinarðu? Já að það sé ekki hægt að treysta konum með reynslu til að leiða flokkinn í borginni og þú veist fólk var ekki að kveikja á því almennilega fyrir en bara hvað ertu að meina? Áttu að kjósa það því út kona? Í alvöru? Ertu að meina það? At this day and age? Sko, þetta er orðin ansi úreltur hugsunarháttur myndi ég halda. Þú hefur verið að halda þig fram að Vóki sé dautt. Það er dautt á ákveðnu leyti en á öðru leyti ekki. Það er sprelllifandi innan kerfisins og það verður vandarsamt að vinda á hana þeim ósköpum getur sagt þér. Já, en ég menna, er þetta samt ekki, ég menna, hvað fær Pétur, 60-70% og Heiða Björg sem að segja Já, þetta var auðvitað útreið fyrir Heiðu. Nákvæmlega, ég myndi segja að þetta sé annað dæmi þess hversu mikið Vókið sé á undanhaldi, sko. Já, þetta er á undanhaldi en sko, það er búið að rusla Vókistum í stórum stíl inn á alla helstu posta í stjórnsýslunni. Já, það er rétt. Það er enn til staðar. Og sko þeir munu berjast til síðasta blóðdropa því að mikið af þessu rugli sem eru auðvitað bara hugmyndafræði
þau munu berjast fyrir því fram í rauðan dauðan að þau haldi áfram að fá ríkistyrk til að sinna því að halda á lofti einhvers konar hugmyndafræði Já, sem að mér finnst vera gersamlega galið konsept í sjálfu sér. en þú horfir Ég bara meina, af hverju fá susarar ekki líka ríkistyrk fyrir að halda á lofti sínum sjónarmiðum? eða ég verði til í Eða þannig þú. styrki. Já, einmitt, nákvæmlega. Ég myndi aldrei þykja Nei, styrki frá ríkinu. ég segi það líka, sko. En ég skil hvað að meina, sko, þetta er góða punktur út af því við vorum að tala Ingu Sæland og þetta dót, sko, ég meina réttrúnaðurinn er mjög ríkjandi innan þessa kerfi, sko, menntakerfisins Já, og það er Já. það er bara algjört bakslag og hryllingur ef að fólk var ekki kynjafræðina. við sáum bakslægið holdgerast þegar að Stefán Einar Stefánsson hélt að hann væri orðin einhver comedian og ég segi nú bara leave the comedy to the professionals þegar hann fór að tala Nönnu Rögnvaldar Já. og Guð minn almáttugur hvílík holskefla hatur sem hann fekk yfir sig auðvitað miklu og það var er bara skýrt einkenni vóksins, þú gengur miklu lengra í að útúða honum heldur en þar sem að hann hafði látið út úr sér Hólskefla umburðarlindisins. og ég hafði einmitt verið að ræða þetta við einhvern að vá, þeir eru bara að bíða vókararnir eru bara að bíða eftir tækifærinu að móðgast fyrir hönd annara og hvenær misstígur þessi gæði sig og hann misteg sig hressilega þarna og vá, fárið sem að spratta upp í tengslum við þetta var algerlega með ólíkindum. En það er eins og þú segir, sko, fólk var bara svo spennt fyrir því einhvern veginn að ná honum, sko. Já. En svo að ég meina, fólki má finna, Þannig að Nanna sagði bara, þú veist, hún gerði það eina rétta, ég bara tek ekki mark á þessum manni, ég bara hlæja á honum. En fólk vildi ekki hlusta. Sagði, þetta er ógeð, þetta er viðbjóður, þetta er ómerkilegu maður, þetta er viðurstigð. En við var ekki Nanna, fannst henni ekki bara fyndið? Ég náði nú aldrei viðbröðum hennar. Nei, ég held henni að við ekki fundist það myndið. Hún hlær bara að honum, hún er ekki að hlæja að brandaranum hans, hún er að hlæja að honum, reynandi að segja brandara. Það er svolítið munur þar á. Ég held að hún hafi ekkert kútvelst að hlátri yfir því að vera líkt við skerpukjöt. Ég get æðislegt. Fyndið. Ég meina ég veit ekki hvað mér finnst, sko. Ég er alltaf ég er mikill Ricky Gervais maður, sko. Ég elskar Ricky Gervais. Já, nákvæmlega. Kannski kemst hann upp með bara eitthvað fleira en ég segi eins og Christopher Hitchens sem voru nú að ræða hérna áður en við byrjuðum að tala saman. Það brandar er ekki brandari fyrir en hann er á kostnað einhvers. Það er auðvitað ekkert til. Það eru einhverjar undantekningar eins og Ari Eldjátt kannski, en það er auðvitað ekki til sem heitir PC grín. Það var bara hreinlega að taka út mjög mikilvæga eigind sem er the element of surprise og þú ert að taka út brandari er margræður. Hann er tvíræður, hann er margræður, það er skilgreiningin á fyrirbærinu. Þannig að ef þú veist alltaf útkomuna, ef þú veist alltaf hver að hverjum spjótin beinast, þá er þetta bara ekkert fyndið, þá er þetta bara nýð. Já. En var hann ekki augljóslega að reyna að grínast? Stefán? Já. Jú, definitely. Já, ég veit ekki. En hann er bara, ef hann vill feta þennan veg, þessa braut að verða uppistandari, þá ætti hann nú kannski bara að draga sér í hlé og svona skrifa uppistand sín. En hvað varst þér þá, þú veist, ok, tökum annað dæmi. Hann hafði mjög brenglaðar forsendur. Þeir eru þarna fullir á sviðinu í eins miklum bönkar og hægt er að hugsa sér bergmálshelli þar sem að fólk hlær hástöðum af þessu gríni. Þetta á ekkert erindi út fyrir þjóðmálstofuna. Nei, bara hittast á Klaustu bara og fara yfir þessa sálma þar. Ég held það. Og vonast til að Bára Halldórs verði ekki á staðnum.
Hérna, Já, akkurat. en annað dæmi nýlega, það var Guðbrandur Einarsson sem að gerðist uppvísa því að hætta við vændurskaup fyrir 14 árum. Já, Sko, já, þar er annað, ég veit ekkert, Brynjar Níelsson sagði nú að fangaverðinir í Gulag hafi allir komið fram og náttúrulega spáði í því hvort hann væri búinn að bæta ráð sitt, sko. já. Sem að svarið er alltaf nei, alveg sama hversu mikið ábyrgð það tekur. Hugleiðingar þetta. Guðbrandsmálið. Það talar þetta svo Lúkasamál. Guðbrandsmálið. Já, við sáum nú í fréttum bara núna Þið náttúrulega skúpuðu þessu. Já. Ertu með eitthvað insight? Ég meina Andrea Sigurðardóttir og fleiri voru að veltaði fyrir sér hvort það væri eitthvað meira þarna og hvernig það hefur komist að þessu og... Nei, ég get í raun og veru ekki sagt neitt það hvernig þetta er allt tilkomið. En við erum, Drífa frænka mín Snædal kom þegar fram með mjög fyrirsjáanleg viðbrögð. Þar sem að hún, lét sig ekki munum það að sparki mann inn. Vandinn stendur alltaf eftir og þetta er einn helsti og stærsti sigur feminismans á Íslandi, þeir líta á það sem svo, það eru þessi vændislög. Og ég vil bara taka það skýrt fram að gefnu tilefna. Sjálfur hef ég aldrei bara leitt hugan að því að kaupa vændi. Þú er aldrei hætt við vændiskaup? Nei, ég hef aldrei hætt við vændiskaup. Ég er alveg laus við það og ég prívat og persónulega skilit ekki. Nei, sama hér. Í greinagerð, en ég fylgdist mjög vel með þessu vegna sem við vorum að skrifa ég og nafniðin grein, eða bók sem sattum hana Katalínu sem að var þögguð rækilega af hálfu þessa fólk sem hefur slegið eignarhaldi sínu á þennan málaflokk. En ég fylgdist mjög vel með greinagerðinni sem að hafa verið að setja þessi lög þá, þar sem að hreinlega vændi er endurskilgreint til þess að hæfa, og það er nú bara að segja nú ansi mikið þessi fræði, til þess að hæfa efninu. Að vændi er bara skilgreint sem ofbeldi gegn konum. Býtu, nú geti einhver sagt, býtu, ofbeldi gegn konum? Er ekki kallar líka í þessu? Eru þeir þá orðnir einhvers konar konur? Er ekkert til sem heitir hamingjusama hóran? Jú, óvart er hún til, hún var að segja sögu okkar í þessari bók sem við skrifaðum og við nálguðumst þetta umfjöllunarefni algjörlega hlutlagt. Við bara vorum að fá fram sögu hennar og síðan hvað gerðist, hvað var til þess að það sprakk allt í loftu og árið, hvað held ég að verið 2009, þá var hún bara 8 íslenska fjölmiðla nánast. Þetta var sprengja, hún var bara mjög ósvífin, hún var að reka vændistöð við liðina á lögreglustöðinni, við Hverfisgötu, sem að segir svolítið hana, hún sá ekkert rátt við þetta. Hún er frá Miðbaugs-Gíneu, þetta voru svona ákveðnir árekstrar menningar heima, hún sá þetta bara sem þjónustu, hún sá ekkert rátt við þetta og hefur aldrei viðurkennt það. Allavega gæti hún verið til marks hina hamingjusömu hóru, en þær skilgreina þetta sem ofbeldi gegn konum og þar af leiðandi er í lagi, og þær geta auðvitað trilla fram með fullt af fórnarlömbum þess sem að hefur starfað í vændi. Drottin minn dýri, ég varst ekki að það er alveg rétt, en það er ekki bara sá hópur sem að skipar vændiskonur á Íslandi, bara alls ekki. Þannig að þetta er auðvitað röng lög. Það segir sig, það getur hvert mannsbarn sagt sér það sjálft, að leyfa sölu en að það sé bannað að kaupa, það gengur ekki upp. Það bara segir sig algjörlega sjálft. Og þetta hefur auðvitað verið vandræðamál allar götur síðan. Þetta mun sennilega seint verða aflagt vegna þess að feministarnir líta á þetta sem alveg ægilegan sigur í sínu brauki og bramli. Þannig að
það bara rosalega erfitt vik að tala þetta að einhverju viti meðan við erum að miða við þessi lög. Við sem sagt greindum frá því að og það var nú verið að hafa það í flimtingum að það orðið sprenging í vændi samkvæmt tölum frá, ég veit ekki hverjum sjálfsagt stígamótum sem að þurfa mjög gjarnan að koma því á framfæri hvað þau eru að vinna þarft starf upp á það að fá áframhaldandi ríkistyrk. Þá að tala þetta sem Guðbrandseffektinn en sko málið sé þetta rétt sem að Guðbrandur að segja að hann hafi leitt hugan að því að kaupa vændi en hætt við, þá þetta náttúrulega ekki neitt. Það voru ekki neitt, en hann slaufar sér algjörlega sjálfur. Það var ekki komið fram neinn krafa á hendur honum að hann segði af sér í þingflokknum og þá spyr maður, hvernig hann samsettur þessi þingflokkur sem þannig byggður og að því gefna þetta sé rétt hjá honum að hann muni ekki sætta sig við svo mikið sem rangan hugsunarátt í þessum efnum. Þá erum við bara komin í eitthvað sem við getum kallað thought police. Ég var að skrifa þetta á Facebook áðan, finnst þú skuldur segja þetta. Ég sagði að þetta fyrsti maður sem að segja af sér vegna thought crime. Já. Það pínuð þannig En svo getum að velti fyrir sér, ég meina, lögreglan að hafa afskipti af hans vændiskaupum og það bara algjör tilviljun að hann sé að huglega þetta í fyrsta skipti, maður veit það ekki. Maður veit ekki út af þessum lögum. En vitið þið það? Lögin eru rugl. Já. Lögin eru rugl og því verður maður að segja bara, það er ekki hægt að draga neinar ályktanir af viðbröðum lögreglunar. Var hún að rannsaka út af því að eitthvað meira var þarna til staðar eða ekki? Guðbrandur bara lokaði hressilega dyrunum á eftir sér með það. Já, og svo náttúrulega var hann á þingi ASÍ þessa helgi sem að gerir þetta svolítið áhugavert. Já. Hver var yfir ASÍ þannig? Þetta svo langt síðan, þetta 12 ár síðan. Þetta alveg 12-13 ár, þetta bara ég get alveg sagt það að þetta mjög skrítið mál, ég held að það megi alveg segja það. Já, en ljúkum við aðeins sem sagt, bara svo ég klári þetta. Já, hvað með það? Annarkvort bönnum við vændið að leifum það. Við erum ekki að taka þessi brengluðu hjávísindi sem eru kynjafræðin og láta þau stjórna því hvað sett í lög og hvað ekki. Við verðum að fara aðeins að skrúa hausinn á eftir þetta brjálæði sem að hér hefur ráðið ríkjum. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Ég sammála því. En svo við ljúkum þessu. Fá bara þitt mat sem áframhaldandi álitsgjafi. Hvernig lestu í stjórnmálin? Hvernig horfir þetta við þér? Það meiri verðbólga, það meira atvinnuleysi. Já. Snorri Másson, þinn gamli kollegi, svona rísandi stjarna. Sástu þetta fyrir? Að Snorri þessi stjarna sem hann hefur orðin? Já. Snorri við Snorri erum ágæti vinnir og hann hefur ljóst að hann var alveg á flegi ferð hann honum liggur á hvert hann að fara, ég átta mikið á því. Nei, ég sá þetta nú svo sem ekki alveg fyrir að hann væri orðið varaformaður Miðflokksins sem að fer hér með himinskautum í öllum skoðanakönnunum. Nei, ég var nú að ljúga því ef ég segði að svo væri. Að rættum hann sem mesta sundrungarafl, hatur svo mannfyrirlitningar. Veistu það, ég bara skil það ekki. Mér finnst Snorri, hann að bara benda á hluti sem mér finnst bara sjálfsagt að sé benda á og þetta nöldur í hans garð það að hann sé einhver
sé hérna með eitthvað The Great Replacement og sé nasisti og fasisti og ég veit ekki hvað og hvað. Mér finnst þetta bara dæma sig sjálft. Ég bara get ekki mark á þessu. Þessari þvælu. Mér finnst bara sjálfsagt, eins og við höfum nú örugglega rætt í áður, bara hreinlega taka þessi mál til umræðu, skoðunar og vera ekki alltaf að rökkva í þessi för að vera útrópa menn og gera þeim upp einhverjar óæskilegar skoðanir. Mér bara þetta brenglar umræðuna ef eitthvað gerir það. Já, þetta er alltaf fyllt í eyður sko til þess að þetta er svolítið líkt því sem við varst að tala um áðan sko, þar sem þú ert með eitthvað fyrirbæri og í stað þess að rýna það að þá aðlagar það að þínum persónulegu sjónarmiðum það hvernig hendar þér að viðkomandi sé eða viðkomandi fyrirbæri sé úr garði gert sko. Já. Nei, þetta er bara mjög spennandi. Ég er farin að bíða mjög spenntur eftir næstu skoðanakönnun. Ég líka. Hvernig hún kemur út en nú eru náttúrulega sveitarstjórnarkosningar. Býður þú þig ekki fram? Já, þú ætlaði náttúrulega, þú ert oddviti vor til vinstri, varst að segja mér? Jú, það er rétt. Nei, það er svolítið sérkennilegt hvernig það allt er að æxlast. Það var náttúrulega þarna ákveðið bakslag þegar Líf steig fram og sagði býttu það, Vorum við að samþykja þetta? Vorum við að samþykja þetta, sanna, og það var náttúrulega allt brjálað, en svo, jú, þetta er fínt. Mér finnst skrítið og ég skil Líf algjörlega af hverju í ósköpunum er það alveg sjálfgefið að sanna sé einhver leiðtogi í þessum sameinaða armi sem er í raun og veru sko, vor til vinstri er í raun og veru klofningsframboð úr sósíalistaflokknum sem komst nú ekki inn á þing en jú, hvað eru þeir með 1 eða 2 í borgarstjórn? Já, 2. Og það var þá þegar vinstri var einhvern veginn ekki á svona svolítið, hvað var að segja, á leiðinu út. Og þá er bara stendur eftir, já, en hún Sunna er svo frábær. Já, örugglega er hún Sunna frábær, en eru það einu forsendurnar sem þú þarft að hafa fyrir því að sanna náttúrulega mælist rosalega hátt. Já, en sko þeir segja nú bara jafnan pólitíkusarnir að þetta sé nú bara skoðanakönnun. Er það nema bara stundum á að taka mark á því en stundum ekki? Ég veit það ekki. Nei, þetta verður allavega spennandi og það er bara stutt í þetta náttúrulega núna. Já, en núna held ég að verði snörp barátta og hann verði hörð samt sko. Og ég held að engin vinstriflokkur muni komast inn. Ég held að Píratar, sósíalistar og til vinstri muni ekki ná inn. Ég sagði þetta nú að pallborði á Vísi að sósíalistar, Píratar og VG myndi ekki ná inn á þing. Það þótti öllum það mjög sérkennilegt. Já. En stjórnmálaumræða í Íslandi er bara orðin svo allt öðruvísi. Já. Að ég held að En það er auðvitað mjög spennandi að vita hverjum Björn Ingi tefli fram sem oddvita miðflokksins í borginni. Það mun skipta miklu máli. Ert þú með eitthvað? Hann var einhver Einar Blöndal. Það er einhver maður að koma fram núna. Lárus Blöndal. Sem samt ekki Lárus Blöndal sem var í ISI og bankakerfinu og því. Einhver annar Lárus Blöndal. Ég þekki ekki. Nei, það er alltaf byrta 1 á dag. Já, ok. Þú ekki að fylgjast með? Ég hef engan tök á að fylgjast með einu vegna þess að ég er hér að ræða við þig. Já, og við þurfum eiginlega að fara að hleypa þar aftur í vinnuna. Hérna, eitthvað að lokum? Nei, þetta er bara allt. Allt eins og að vera. Við þurfum að, við látum ekki líða svona langt á milli þátta. Eins og við erum múin að gera. Það er alltaf gaman að taka hús á þér. Já, ég veit ekki alveg hversu kátur hann er með það að ég sé alltaf Básuna með annan fótinn meðan ég á að vera að skrifa fréttir á Vísi. Það er stutt að fara. Já. Jakob Bjarnar, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Já, takk.